Já, nú ætlum við að ræða Ríkisútvarpið. Við byrjum aðeins á því hérna fyrir örfáum dögum. Þá kom Lára Magnúsdóttir, sagnfræðingur hingað. Hún hafði skrifað grein í Skírni, þar sem hún var að fjalla Ríkisútvarpið. Svolítið svona uppbygginguna á því, hvernig því væri stýrt og stjórnað og það mátti heyra og bæði mátti lesa milli línanna í greininni og það sem var bara beint sagt og svo líka í samtalinu hér að hún var svona óánægð með hvernig Ríkisútvarpið þróast að svona dagskráin hefði vel að þynnst út og versnað. Ævar Hjartarson, útvarpsmaður eða ekki? Jú. Já, fyrirverandi. Fyrirverandi útvarpsmaður. Það ekki einu sinni útvarpsmaður, alltaf útvarpsmaður? Já, jú, segja hann. Þú skrifar einu sinni grein í Skírni líka eða ekki Ríkisútvarpið? Já, ég gerði nú lítið af slíku en ég gerði það nú einu sinni þegar ljóst var orðið að þessi samkeppni á þessum markaði, þetta var orðið einhvers slags markaður og ég spáði því eða var að reyna skilgreina hvað auglýsingar gera fjölmiðli og í rauninni ég hélt því fram að fjölmiðill sem selur auglýsingar hann er að selja hlustendur sína hann segir út á markaðnum ég hef hérna svo marga hlustendur og viljið ekki kaupa aðgang að þeim. Ég hef safnað svona mörgum eyrum, má bjóða okkur að kaupa bjóða okkur að nota þessi eyru. Sem þýðir að hlustandinn, þessi venjulegi notandi miðilsins, hann er ekkert spurður, kemur ekkert nálægt þessum viðskiptasamningi. En ekki trú þeirra sem að telja þetta vera góða leið, svo að það er góðu fjölmiðill sem að safnar mest af eyrunum eða augunum og þar af leiðandi hann að þjóna almenningi best og svo vill svo til að hann getur selt almenning hæstbjóðanda. Þetta er nefnilega held ég það sem Lára er í rauninni að tala að það er ekki endilega að hlutverk og skyldur opinbersmiðils er ekkit endilega að safna eyrum, er ekkit endilega að sýna fram á það að allir sé að hlusta. En hins vegar er þetta náttúrulega inngróin markaðshugsun og ég vil nú meina sem gamall marxisti að það sé náttúrulega uppskrift frá djöflinum í rauninni. Geta ekki búið til gott útvarp. En hún benti á það Lára að orðið fjölmiðill hérna í lögin og svona ramman þar sem við verðum að tala skyldur Ríkisútvarpsins og hlutverk að þá kom það fyrst inn 2013 og hún nefndi það líklega þessu ástæðum sem þú ert að nefna hér að það væri mikilvægt vegna þess að það væri farið að líta á það sem hlutverk að reka bara fjölmiðill og það væri hægt að túlka að fjölmiðill væri þetta sem við erum að segja hér að safna bara eyrum og þannig og þetta fyrirbæri sem við þekkjum svo vel á öllum sviðum að segja að menn blanda saman innihaldi og rekstrarformi endalaust. Og mér finnst reyndar, ég nú kannski ekki sammála öllu sem Lára segir í sinni grein en mér finnst mjög gott og virðingavert að taka málefni Ríkisútvarpsins til skoðunar. Og reyna í rauninni að átta sig pínlítið á því hvert eigi að vera hlutverk þess. Og Lára gerir það, hún er svo óttalaus manneskja að hún sem fræðimaður bara leggur til atlögu við þetta sem mjög fáir hafa gert. Ég man eftir því þegar ég starfaði hjá útvarpinu að ég saknaði þess að umræðan fjölmiðla, umræðan Ríkisútvarpið snerist yfir þetta eingöngu rekstrarformið og þessi atvinnu tækifæri eða fjárfestingar tækifæri þeirra sem vildu reka engastöðvar. Og allt þetta það er ennþá verið að þrasa þetta á að minnka auglýsingarnar í Ríkisútvarpinu vegna þess að það er hugsanlega hefta einhverja viljuga til þess að reka stöð, draga úr þeirra hagnaði og svo framvegis. Það er allar nokkuð tíman minnst á innihald og því litið til er þessar athugasemdir Láru mjög mikilvægar. Ekki við meina hans fram að stjórn Ríkisútvarpsins sem er OHF eða opinbert hlutafélag
Það nú meiri segja sjálfstæðsmenn að ræðum núna að breyta því aftur bara í stofnun en stjórnin sem valin af eigandanum sem ríkið og ég held að það séu flokkarnir sem velja þarna fólk inn að þau fjalla ekki um efnið Nei. sem þó megin inntak og markmið ríkisútvarpsins að búa til gott efni. Jú. Og ekki endilega efni sem gott í þeim skilningi eins og þú nefndir áðan, þar að segja sem nær endilega eyrum allra eða sem flestra. Það getur verið gott efni þó að það sé minni hluti sem hefur einhvern áhuga á því. En málið þetta að hafa aðgang. Ég minnist þess að við gerðum hlustendakönnun. Ég held að það verið 1983. Þá gerðum við mjög viðamikla könnun þar sem við sendum dagbækur til fólks og við vorum látnir færa dagbók sína hlustun. Og það var margt mjög merkilegt sem kom fram þarna. Til dæmis það, ég man eftir því sérstaklega, við spurðum ljóð og því Lára nefndi ljóð hér í þættum daginn. Sko við spurðum ljóð og það kom í ljós að það voru mjög fáir sem hlustuðu á ljóð. En þegar spurt var, en viltu hafa ljóð í dagskrá Ríkisútvarpsins? Þá voru það 33% sem vildu það. Þó ekki væri nema 10% sem hlustuðu hvað það var. Og þetta eitt af því efni sem ég vil að sé á dagskráni en ég hlusta ekki á ljóð. Já. Og þessa sýn á opinberan fjölmiðil, það að taka mark á þessu. Þess vegna svona endalausar talningar með einhverjum appírötum sem það þarf alltaf að taka þar með smá fyrirvara. Ja, það ekki tekin inn vilji fólks hvað efni Þetta bara hvernig það hegða sér. Já. Og við erum náttúrulega tvennt, annars vegar það sem við viljum vera og það sem við erum. Já. Og þetta í kjarna atferðli stefnan í félagsvísindum, þannig það alveg í notkun. Bara mælir það sem það sem gerist. En alls ekki neinar hugsanir á bakvið, enga langanir eða neinar sýn. En lítur þú á að Ríkisútvarpið eigi að vera svona menningarstofnun, það sem að við byggjum upp, það sem að við vildum vera? Sko, þetta náttúrulega stór hættulegt. Hugsa þetta? Það stór hættulegt að tala þetta sem við vildum vera. Það líka opinleið kannski þá fyrir hver á að ákvarða það. Stundum eru átökin Ríkisútvarpið það, hvað við viljum vera. Það talaði hvort það sé að vera að rækta menningu, hvort það sé að vera að rækta tungumálið eins og við sjáum fyrir að það ætti að vera eða hvort það sé einhver losarabragur þannig að það sé ekki vera að rækta tungumálið þannig að þetta í gangi, þessi umræður að Ríkisútvarpið eigi að vera það sem að við vildum vera. Jú. Ekki bara það sem við erum. Og ég svona almennt myndi ég svara því játandi. Þessari spurningu. Hver ákveður það? Þá kemur það vandamál. Og ég hef nú sem gamall útvarpsmaður þá hef ég reynslu af útvarpsráði, flokkspólitísku útvarpsráði sem starfaði áratugum saman. Og sú reynsla satt að segja var ekkert góð því að menn settust í þetta voru valdir í þetta útvarpsráð á ýmsum forsendum. Og það voru ekki allt saman heiðarlegir góðir menn sem það sátu. Og unnu náttúrulega fyrir sína flokka, þóttu væri að vinna fyrir Ríkisútvarpið. Þegar áreindi að þá voru þeir fyrst og fremst fulltrúa sína flokka. Já, og þetta var svo langan veg frá því fyrirkomulagi sem tíðkast núna. Þegar stjórn Ríkisútvarpsins telur sig fyrst og fremst eiga að ráða útvarpsstjóra og hann síðan ráði hann hina. Í gamla dag var þetta þannig útvarpsráð veitti umsögnum umsækjendur sem störfuðu við fréttir eða framsetningu dagskrár. Einstaka dagskrárgerðamenn. Já. Og einstaka fréttamenn. Já. Ekki bara yfirmenn. Og þetta verður að segjast, þetta var alveg skelfilegt. Þetta var skelfilegt. Og ég held að þetta hafi boðið heim ákveðinu svona spillingu og mér líkum við nú að segja faglegri svona úrkynjun. Það komið þarna í tímabil mann ég eftir það sem var verið að ráða inn fólk sem bara alls ekki hefði átt að koma nálægt fjölmiðlum.
Og hvaða tímabil það? Ég ekki að byrja að nefna fólkið, þið bara að velta fyrir mér svona í sögunni. Já. Það tala sko 9. og 10. áratuginu. Já, 9. Já, einmitt. Og kannski sérstaklega 10. Já, þetta var nú kannski ennþá ákveðnara á 9. áratugnum. Sko reyndar á 10. áratugnum eftir svona tilkomu nýfrjálsíkjunnar. Þá reyndar sko voru átökind alltaf mikið svona, það voru svona stærri bitar sem en voru að takast á til dæmis það hvort að hreinlega ætti að halda áfram með rekstur sjónvarps og rekstur á Rásar 2 og þar var flokkspólitískur vilji til þess að hreinlega að ná helst sjónvarpun bara undir sig og Þú tókst það ekki eitthvað leiti bara? Já, það tókst kannski með að ráða inn fólk að einhverju leiti, en hins vegar ég til dæmis... Og með því að saman að fréttastofunar og fleira til þess að draga úr því sem áður var? Já, og það sem var náttúrulega mjög augljóst og tímabilið eftir að húsið í Efstaleiti byggt, þá liðu mörg ár þar til sjónvarpið fluttið þar inn. Og það voru skipaðar margar nefndir til þess að koma með úrbætur í húsnæðismálum stofnunarinnar. Og allar þessar nefndir náttúrulega komast að því sama. Fyrsti kostur að vera auðvitað að flytja í nýja húsið. Fyrst að væri nú til þarna. Burtið frá því hvort það væri eitthvað sérstaklega heppilegt húsnæði. En það mátti ekki. Út af hverju mátti það ekki? Sjálfstæðismenn vildu ekki að sjónvarpið flytti þannig inn. Og komin á ríkisútvarpinu myndi skemma sjónvarpið? Já, sko, það myndi minnka líkurnar á því að það væri hægt að koma sjónvarpsrekstri af stað á forsendum þess vegna Morgunblaðsins eða jöfningjalmenna hverra en enga aðila að reyna bara að gelda það í þessari spennitreyju sem húsnæðið hérna á Laugaveginum var. Þannig að á 9. áratugnum þá er þetta beinlínis svona hugmyndafræðileg átök opinberan rekstur og einkarekstur. Á áratugnum þar á undan þá er þetta meira bara þessi gömlu flokksafskipti. Ég vil ráða frænda minn sem vantar vinnu í starfi á Ríkisútvarpinu. Ég vil að okkar maður sé þarna í fréttunum. Já. Því þú sagðist að vera marxisti og þú nefndir áður við settust hérna, þá nefndir við hvernig Jón Múli var gagnvart mikrofónunum. Hann náttúrulega kommunisti. Heldur að Eva Kjartason og Jón Múli hefðu verið ráðnir á 10. áratugnum til Ríkisútvarpsins? Eða voru þið of umdeildir menn til þess að fá vinnu þar? Ég hugsa við hefum ekki verið ráðnir. Og það var reyndar þannig að ég lenti í þeim slag við útvarpsráð, ég held að vera 1984 eða 5 að byttum við, það gleymi nú gamli útvarpsmaðurinn Símanum sínum, ég veit ekki hvort þú heyrir í honum en hann allavega hérna með einhver læti. Ég lenti í slag við útvarpsráð út af tillögu sumardagskrá sem ég lagði fram fyrir útvarpsráð að vori til og útvarpsráð felldi þessa tillögu án rökstuðnings og ég var búin að vanda mig mikið og leggja mikið að mér að finna fólk til þess að taka þátt í þessari dagskrá. Og þetta var svona tvellt og ég satt að segja að ég var fungerandi þá sem einhvers slags vara dagskrárstjóri. Ég sá mér ekki annað fært en að bara labba út. Það var búið að lýsa algjöru vantrausti á mig. Svo ég bað launalaust leyfi í ár og fékk það og ákvað síðan að koma tilbaka og sagði við Markús Örn Antonsson sem þá var útvarpsstjóri ég ætla að koma tilbaka vegna þess að ég á þessa stofnun alveg jafn mikið og þú og Sjálfstæðisflokkurinn. Ég skal ekki vera að pirra ykkur með minni dagskrárstjórn. Ég ætla bara að vera hljóðnumann. Og þá getur menn fylgst með því ef ég lendi í einhverjum vinstri pittum. Já. Og Markús bara tók þessu. Sagði allt í lagi. Vertu bara velkomin aftur.
En kerfið sem hann var, þessu pólitísku átökum, dagskrárna og einstakaráningar, það var afleitt. Kerfið sem hann var tekið þá upp í staðinn var að stjórnin bara skiptir sér ekki af ráningum einstakar starfsmanna dagskránni. Það er líka afleitt. Já. Það er stundur sagt, þú veist, þú losnar ekki við að vaska upp með að gera það illa. Að það er ekki, það að stjórnin hafi einhverja ábyrgð gagnvart dagskránni, að ef að það mistúst í fyrri tíma, þá er ekki þar með sagt að hún er bara hætta því. Eða hvað? Nei, en það... Því að Lára er eiginlega að leggja til sömuleyti fannst mér sem svona, því ég er fjölmiðlamaður, fannst mér þetta svona heldur langt gengið að væri komin eitthvað svona yfirstjórn yfir dagskrána. En hún er að leggja til að stjórn í stofnun, eins og Ríkisútvarpið ætti að vera, það sem að dagskrán er raunverulega allt sem að máli skiptir, að hún verður að hafa einhver afskipti á hvert dagskrán þróast. Það getur ekki verið að bara framselja það til eins útvarpsstjóra. Ég held að það sé alveg rétt hjá Láru. Hins vegar myndi ég nú ekki, fengin er reynslu af gamla kerfinu, þá myndi ég nú ekki vilja fá hérna flokkspólitískt ráð sem hefði hérna öll tök á dagskránni. Og þetta er auðvitað vandaverk. Það sem við erum að upplifa núna og síðan þessu var breytt, þá erum við að upplifa allræði markaðshygjunar. Þessu hugmyndin það eða rekstrarhygjunar myndi ég nú vilja kalla það. Rekstrarhyggja er að sérstætt fyrirbæri, það er að segja að það gengur allt út á rekstur og þú ræður fólk af því það er vel að sér rekstur. Þessi gróska í MBA námi er talandi dæmi. Og þetta auðvitað þýðir það að það myndast einhvers konar sem á að vera mjög faglegur aðskilnaður og armslengdir hér og þar á milli þeirra sem tala reksturinn og taka ákvarðanir þar og svo ættur þeirra sem skipta sér og rýna í innihaldið. Þetta varandi fjölmiðil, þá gengur þetta ekki. Þetta er ósköp einfaldlega einhvers konar tegund bara fyrir að segja ábyrgð. Við höfum bara það sem er vinsælt og við getum selt auglýsingar út á. Það sem ekki fellur undir það bara fellur við á dagskránni vegna þess að villitengin. Já. Þetta er náttúrulega stefna sem að ég veit ekki hvað heldur hún, svona hugsun ráði stefnu Rásar 1? Ég segi nú ekki að ráði stefnu Rásar 1. En hafi haft áhrif á hana? Já, alveg klart. Finnst þér Rás 1 hafa hrörnað á síðustu svona 20-30 árum? Þetta er erfitt að svara þessu sem svona gaman. Ég ber nú bara talsveit ábyrgð á dagskrá Rásar 1 lengi vel. En ég bara, fyrst þetta aðeins með bara auglýsingarnar. Íslenska Ríkisútvarpið var svo fátækt og veikburða í byrjun að það greip til þess ráðs að selja tilkynningar. Sem víða annars þar sem meiri efni voru, þá var sjálfsagt að lesa tilkynningar til frá hinu opinbera, en það var ekki tekin greiðsla fyrir það endilega. Og síðan verður þetta að menn venjast á þetta, menn verða háðir þessum peningum sem þarna koma inn. Og þannig að ákveðin svona verslunarhyggja verður þarna mjög sterk í þessari stofnun. Og það er eitt sem menn þurfa að hugsa út í varandi útvarpsstöð, útvarp og útvarpssjónvarp, gildur auðvitað sjónvarp líka, að það er jafn dýrt að framleiða efni fyrir 10, 100, 1000 miljón. Og þegar, og þó að séu afnotagjöld eða einhvers konar skattheimta eða áskrift, þá gefur það auga leið að í svona fámennu samfélagi eins og hérna, þá er dagskrárgerð hlutfallslega rosalega dýr. Við talum ekki um sjónvarpi, en líka vandað efni í útvarpi. Og það, menn með ekki gleyma þessu þegar verður að tala um að menn vilji vandað efni, vilji vandaða heimildaþætti og fræðsluefni og annað þess aftar. Það er alltaf svo miklu dýrara heldur en að sitja svona í spjalli eins og við erum að gera hérna núna. Og stærri hluti af dagskrá Rásar 1 er með þessu formi að það er hóað í einhvern út í bæ og hann er fenginn í viðtal. Það er verið að spjalla
og sumir gera það mjög vel og þetta getur verið ljómandi gott efni eins og til dæmis hjá þér af því að þú hefur áhuga á mörgu og þú hefur ákveðna sýn á það til hvers þú ert að þessu þá verður þetta ljómandi áheyrilegt en ef þú ert bara að finna bara til þess að reyna að fá í samkeppni við aðra stöðvar þá fjandinn laus. En Ríkisútvarpið það hefur líklega ekki efni á að búa til unna útvarpsþætti að neinu ráði. Þannig að við erum með þetta, við erum með morgunútvarpið sem er svona spjall, svo kemur ég veit ekki út að labba í gegnum dagskránna, svo kemur segðu mér, það er svona spjall við einn einstakling og svo fáum við morgunleikumina og svo kemur KK og spilar plötur og svo kemur samfélagi nærmynd sem er svona alltaf ekki orðið 30-40 ára gamalt form á þetta sem er yfirleitt kall og kona sem að sá þáttinn og blanda saman svona í ýmsu sem að tengis kannski svona daglugu lífi og daglugum áhugamálum fólks og síðan kemur hádegisfréttirnar og kannski eitthvað svona fréttir í kringum það og síðan kemur svona annar þáttur sem er mjög sambarlegur og svo var fyrir fréttirnar og svo er skotið inn kannski endurtekningu frá helgardagskránni og kannski einum svona þætti sem kemur og fer skilur það er ekki svona bundið að vera alltaf á dagskrá getur fjallað eitthvað sjóslis fyrir árum í 4 þætta sirpa. Svo erum við komin aftur á þínar heimaslóðir í menninguna í Víðsjá sem hefur verið klofin upp og seinni hlutin heitir núna Lestin. Og meira menna er þetta fólk sem að 2 umsjónarmenn í hverju þætti fá til síns kannski 2-3 sett af viðtölum, spila músík á milli og svo bara vellur þetta áfram. Og þarna kemur til þetta einkenni línulegar dagskrár sem er það að vera svona félagsskapur. Þú ert með tækið opið hvort þú ert að hlusta nákvæmlega ekki þá er þetta svona einhver niður svona í dagsins önn svipað eins og Andrés Björnsson talaði hlutverk Rásar 2 þegar hún var sett á laggirnar 1983 og þá var hlutverkið það fannst honum að vera svona einhver niður sem þú þyrftir ekki endilega að hlusta á einhver síbylja öðrum orðum neikvæð orðið, þau er samhlut en af því ég nefni Andrés bara kannski að rifja upp það að Andrés Björnsson sem var mikill menningar maður ég heyrði hann einhvern tímann lýsa því hann sagði hlutverk útvarpsstjóra er að stýra stofnuninni en ekki síður að verja hana fyrir stjórnvöldum hann var þó að þetta héti Ríkisútvarp þá var hann með það alveg á hreinu að útvarpsstjóri í svona stofnun þyrfti sífellt að vera á verði að láta ekki stjórnmálamenn hafa ómikil afskipti það þyrfti að standa í lappina gagvart stjórnvöldum. Það var hugmyndin eiginlega að stofnunin sé bara undir árásum og þannig er það líklega búið að vera áratugum saman. En það er ekki beint svona góður staður til þess að byggja upp menningarstofnun að þá er hugmyndin svo að bara við verjum í allt sem við höfum. Þá kemur nú til þetta við verjum harmoníkuþáttinn sem þeir alltaf taka á okkur þá kemur þetta sem Lára mér fannst athyglisvert hjá Láru sem er það að staðan fyrir að verja allt sem er gamalt og gott að þá þarf að búa þannig hnútana að einhvers slags fagmennska fái að þróast og njóta sín og ég held reyndar að það sé þarna Lára talaði mikið fagmennsku, menntun og hugvísindi hugvísinda fólk myndi stýra stofnuninni ekki rektarfólk. Já, og ég svo sem er nú ekki svona eins bjartsýnn á menntun eins og kannski Lára er en það er ekki doktor eins og hún en hins vegar þarf að, og þú varst nú að reyna tók ég eftir að halda fram hlut blaðamennskunar í þessu þetta eru tvö hlutur. Hvert er fæið? Er fæið fjölmiðlun eða er fæið hugvísindi? Ég held að það séu fjölmiðlun og blaðamennska
einhvers konar fagþekking þar, hvernig sem hennar er nú aflað, en hins vegar þarf að búa þannig hnútana að þessir sem hafa kunnáttu í því að setja fram efnið, að þeir geti á auðveldan máta leitað sér upplýsingar, leitað ráða, fylgt stefnu sem fagmenn í ýmsum greinum eru færir að veita. Ég held nefnilega að það sé ekki hægt að leggja áherslu bara á annað þannig. Ég til dæmis, svo ég tala sjálf mig, ég var með þátt hér í síðustu starfsárum mín hjá Ríkisútvarpinu og samtalast þetta á sundagsmóknum. Þar kom ég mér upp fyrirkomulagi í samráðu reyndar við þáverandi hann var nýhættur sem rektor Háskólans, Páll Skúlason, heimspekingur. Ég bar þetta máli undan, hvernig getur maður reynt að komast pílt undir yfirborðhlutana í umræðu okkar samfélag og sögu og samtíð. Hvernig getur maður gert það án þess að þurfa á her manns að halda sem stofnunin kemur aldrei til með að hafa efna á. Og niðurstaðan var svo að ég myndi fá til liðs við mig, og Páll bauð sig fram, fá til liðs við mig fræðimann á einhverju sviði til þess að koma með spurningar, velta upp umræðuefni í samtali við gestinn. Sem að yfirleitt var fræðimaður líka. Og þitt hlutverk var eiginlega til þess að passa það að þetta dytti ekki yfir í einhverja mjög þrönga fræðimanna tal sem að enginn hefði áhuga á. Já, þá leit ég... Þú varst fulltrúi eins almennamanns í samfélaginu. Já, fulltrúi eins almennamanns og ég þóttist kunna á allt svo formið, kunna á mikrofónin. Ég er ekki að segja þetta sem einhverja lausn eða einhverja fræðarsögu. Við höfum nú stólið þessu formati hérna og verið með þetta stundum hérna. Við vorum með til samtalum verkalýðsbaráttu. Já, ég bara vona að verið stólið sem mest og víðast. Nei, skiljið það, ég er að nefna þetta bara sem dæmi til þess að útskýra það að þetta með þekkinguna og kunna ákveðin vinnubröð þegar kemur að því að velja umræðefni, finna sér vinkil, þá getur verið nauðsynlegt að hafa einhverja leið til þess að fá til liðsvinni við sig. Fjölmiðlamaðurinn ætti að fá til liðs við sig þá sem að hafa fræði þekkinguna, frekar heldur að setja doktorinn endilega við mikrofónu. Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé röðin, en síðan kemur þetta eitt sem er svona stefnumótun, almennt. Þar sé þessi spurning, hvert á að vera hlutverk stofnunar eins og Ríkisútvarpsins. Það er eiginlega það sem að Lára segir í sambandi við stýringuna á stofnuninni. Hann segir, á hverju eru við að ráða löggu og lögfræðingi í þetta? Á hverju eru við að ráða eitthvað sem hefur djúpa rætur inn í hugvísindum? Segir hún frá sínu sjónarhorni? Jú. Ég skil alveg hvað hann er að meina. Hins vegar held ég að eins og hlutinir hafa þróast, þá sé nú eins ágætt að hafa löggu á staðnum. Ég meina að ef þú ert annað borð búin að viðurkenna það að það þurfi að verja stofnunina í samkeppni við aðra miðla og verja þess vegna verja kannski stofnunina frá einhvers slags svona árásum utanfrá. Sem þá bara fyrst og fremst frá pólitíkinni og fyrst og fremst þá bara tilteknum þáttum stjórnmálana. Já, og ég held að því leiti til, geti löggan alveg tekið að sér að vissuleiti þetta hlutak sem Andrés Björnsson talaði um. En það náttúrulega ekki eins og ég var að reyna að koma áðan. Ég ætla reyndar aðeins að skjóta það inn í, ef við myndum labba gegnum dagskrárna, að þá held ég að þeir sem eru að búa til dagskrárna séu meira og minna með hugvísindamenntun, alveg frá Morgunútvarpinu og alla þessa dagskrá í gegnum Morgunútvarpið í samfélagi nærmynd eða hvað heita núna og mannlegi þátturinn og Viðsjá og Lestin og svona, þá er þetta allt saman hugvísindafólk. Það er ekki margir verkfræðingar þarna eða. Nei, það hefur gengið mjög. Við gerðum átak hérna fyrir allmörgum árum að reyna að fá inn fólk úr önngreinunum til þess að vinna við dagskrá. Og þá kom alltaf þessu, þetta var svo illa borgað, það nefndi þessu enginn. Það var einn maður sem fekk þetta hlutverk, það var fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sem var þá í læknanámi og hann er svo góður námsmaður, hann þurfti ekkert að vera í náminu. Hann var alltaf í útvarpi, var þar svona að gera innskotímis
og ég réð hann sem það sem ég kallaði vísindafréttamann. Hann kom með vísindapistla inn í Víðsjá, einu sinni í viku eða hvað það var. Og vegna þess að við fundum fyrir þessu og við höfðum, ég man eftir einhverjum málþingi á vegum Raunvísindastofnunar, þar sem við vorum fulltrúar Ríkisútvarpsins vorum kallaði fyrir og spurt af hverju ekki meira raunvísindi í dagskrá Ríkisútvarpsins. Það er enginn úr starffræðideild, allir úr máladeildinni. Eins og var í skólablaðinni í gamla daga, þetta bara gengur ekki lengur. Nákvæmlega. Herðu, en þetta eru svona sem að Lára að benda á og þá kannski hugmyndin, eins og ég held að orðaði í samtalinu við hana, að hugmyndin svo að það sé ekki hægt að sleppa hugvísindafólkinu lausu sem að búa til dagskrána, heldur verður að hafa annað rekstrammann eða löggu yfir þeim, annars væri allt í einhverja vitleysu. Og ég held að sé svolítið svona hugmynd sem að í tengslum við að til dæmis að Ríkisútvarpið geti ekki bara byggst upp innanfrá, þannig að útvarpsstjóri sé kannski sá sem bara með mestu reynsluna að hafa starfað þarna eins og oft þannig það mjög algengt í gullöldum dagblaðana að sá sem var ritstjóri var þótti fremstur meðal blaðamanna. Jú. En það hefur aldrei verið valinn útvarpsstjóri ekki undanfarin 40 ár frá því sjónarmiði. Nei. Allir verið ykkur fyrir Páli Magnússyni. Já. En ég spurði þið áðan og það undirliggjandi hjá Láru gagnrýnin, það þetta með samband við hugvísindin og bara strúktúruna og stofnuninni. Það að það í stjórnkerfinu eiginlega ómögulegt fyrir stofnunina að fara að lögum þar sem þetta alltaf að snúast dagskrána sjálfa. Að það eiginlega ekkert kerfi innan hennar til þess að tryggja það sé gert. Það líka erfitt að fylgjast með því hvort að sé verið að fara að lögum vegna þess að þetta svolítið loðið og hún nefndi það sem dæmi að það væri stæðsti hluti að því sem að væri talið til væri umræða umfjöllun samfélagsmál sem að væri vel yfir þriðjungin af öllu efninu en það ekki eins og getið það í lögunum að þetta þannig að það svona erfitt að halda utan við þetta. En síðan líka hjá henni svona sem þá bara reynsla áhorfenda og áheyrenda að þessi tilfinning fyrir því að þetta sé að hörna dagskráin sé að hörna og ég ætla að spyrja það aftur út í það. Já, ég vil nú tjá mig sem allara minnst það hins vegar það einhver tími síðan það ættir, er það ekki? Það 4 ár síðan hætti það þetta líf, þetta í genónum en ég hins vegar get alveg eins og þú varst að rekja því í gegn hér áðan þá auðvitað sést það að þetta form tveggja manna umsjón með gestum gangandi með tónlist á milli þetta auðvitað orðið algjörlega ráðandi form hins vegar og líka ef við færum yfir dagskrána þá þetta meira minna eins og það var bara snemma á 10. áratugnum. Hvenær byrjaði þú með Víðsjá? 96. Já. Ég myndi segja svona kringum það að þá þessi þættir sem ég alltaf að ruglast á hvað heita því að þeir eiginlega sömu þættir þessi skiptastundum nöfn sem eru sikkurum yfir fréttinnar Víðsjáin sem hefur núna verið klofin í og setin hluti heiti lestin að meira og minna þetta sama dagskrá uppbyggingin var 96 og hvað það ekki bara það að verða 28 ár síðan Já. Það ekki eðlilegur fjölmiðl sem bara meira og minna í sama strúktúrnum og var fyrir 28 árum. Það eins og sé eitthvað að. Já, ég held að það sem að fyrst og fremst í rauninni skortur á því að leggja peninga í dagskrána, í dagskrárgerðina og þannig að það valin ódýrasta leiðin. Þetta ekki hálauna fólk sem vinnur þarna langt í frá og það að setja fólk svona við bara hvort sínum eigin við borðið, það mjög ódýrt. Hins vegar bara ef það mismunandi hvernig það gert því ég nefndi aðeins þegar þið byrjuðu með Víðsjá og þú stýrið því það ekki. Jú. Þá kom svona annar tónnan inn, það kom annar fólk inn í dagskrána, það var svolítið hort öðruvísi á hlutin, það var svona smá spenna í kringum þetta. En þú heldur því ekki gangandi nema með einhverju endurlífgun í 28 ár. Það alveg rétt. Þetta bara afgreiðsla inn í þetta slott og þú ert alltaf að endurtaka það sem var gert hérna áður og það ekki framþróun í dagskráni.
En bara nefna þetta, sko, viðsjáin þegar hún fer við setjum hann af stað, það var býsna vel undirbúið. Það var búið að pæla og pæla mikið í því hvernig getum við búið til áhugavert síðdegis útvarp sem hafði gengið satt að segja mjög illa árin á undan á Rás 1. Og þannig að þessu var gefin, sko, Margrét Oddsdóttir sem þá var dagskrárstjóri, hún gaf þessu svigrúm. Það var möguleiki að hafa tíma til, ég fekk tíma til þess að velta alltaf fyrir mér, hvað getum við gert hvernig getum við sett svolítið nýjan blæ á þessu umræðu og þetta kannski vantar, nú veit ég ekki hvernig þessi umræðu núna en það eitt það sko, grós að geta að tala kannski eins og ég vil bara taka fram að maður heyrir oft hluti sem eru mjög velgerðir og svona spennandi og mikil þrá yfir því að draga svona inn í dagskrán eitthvað sem að þú veist, í gangi í samfélaginu og hvernig þetta Ríkisútvarpið að gera það maður finnur fyrir því svona hér og þar. Þannig að ég vil ekki að hljóma eins og ég sé að tala allt sé þannig dáið, en svona strúktúrin og svona það sem að heldur utan þetta finnst mér að hafa verið í svona frekar föstu skorðum ansi lengi, sko. Það til dæmis, sko, þættir sem eru heimildaþættir og svona unnir þættir á dagskrá Rásar 1 núna, þeir eru miklu betri heldur en þættir sem voru á dagskrá fyrir 30-40 árum. Betur unnir og í rauninni hæfa betur þessum fjölmiðli heldur en í gamla daga. Ég nefnilega held að þegar byrjar svona einhvern nostalgíutal, einhver fortíðar þrá varandi Ríkisútvarpið, þá nú kannski rétt aðeins að rifja það upp. Sko, ég byrjaði að vinna hérna 1972 sem þulur og ég man eftir því að dagskráin, hún var nú ekki sérstaklega merkileg þá. Hún var í rauninni rosalega stöðnuð og þá var það þannig að það voru held ég 2 sko, fastráðinni dagskrárgerðar menn sem höfðu það atvinnu að búa til dagskrá. Jónas Jónasson og Páll Heiðar Jónsson. Hvorum sig ákaflega færir menn. Og þetta breyttist eiginlega ekkert fyrir að Stefán Jón Hafstein og Stefán Jökulsson koma síðan nokkrum árum seinna til sögunar. Megnið af dagskráni af svona menningar þáttum svokölluðum. Þetta voru þættir sem voru unnir af barnakennurum í sumafríi. Það segja þetta var fólk sem kom utan á bæ með handrit sem dagskrárstjórinn Hjörtur Pálsson á þessum tíma las yfir og passaði upp á að þetta væri nú á góðu máli. Tæknimaðurinn tók mennina sín að sér, tæknimenn hjá Ríkisútvarpinu Rás 1, þeir gengdu sko tvennskonar hlutverki, annars vegar tæknimenn og svo voru þeir pródúsentar líka. Þeir héldu utan dagskrárgerðina. Þetta var ekki aðskilið eins og á BBC og fleiri alvöru stofnunum. Þannig í rauninni kom náttúrulega rak á fjörur stofnunarinnar fullt af áhugaverðu efni og með mjög ólíkri nálgun oft á tíðum. En mjög mikið voru þetta var svolítið líkt í eins og Illu gera alltaf að lesa gamla bækur svona. Þetta var semst lestur oft á prentuðum heimildum, efni sem var þegar til á bók. Eins og þreytandi og það getur verið sem útvarpsefni að hlusta á fólk lesa. Já, það getur verið. Það eru bara mjög fáir sem að geta gert það. Já. Það er stórlega ofmetið. Og svo náttúrulega var þetta sem, sko, ég minni úr þess þegar Marta Thors, sem var á tónlistadeild, þegar hún var að vorkenna okkur fyrir það að vera að berja saman dagskrá, svona talmálsdagskrá. Þegar Marta sagði, því ósköpun spilið ekki bara meiri tónlist. Það til öll þessi yndislega tónlist. Það er hérna fullir rekkarnir af plötum. Og þetta var auðvitað stór uppistaða í dagskrá Ríkisútvarpsins. Það voru plötur og lesnar bækur. Það eitt af því sem hefur verið gagnrýnt, að það kom ekki fram hjá Láru held ég, að það hefur verið svolítið skiptu músík á Rás 1. Þegar ég var ungur þá var þetta klassísk músík og jazz mikið. Og svona unga fólksins sem voru svona eins og einhver pop. En núna Bítlakynnslóðin komin til valda og það komið svona meira popparna inn. Jú. Þannig að kannski skessi ekki eins mikið frá. En sko hugsaðu þér það að
þarna þegar ég var að vísa hérna tíma þegar ég var byrjað sem þulur, þarna upp úr 70, það er meira en 50 ár síðan, þá var fastur liður í dagskrá útvarpsins einsöngur í útvarpssal eða einleikur í útvarpssal. Það var klassískt efni sem útvarpið sjálf bjó til og var gert á þeirra forsendum, valið af tónlistarstjóra og framleitt af snjöllum tæknimönnum við mjög svona fábreyttar aðstæður. Þetta er ekki til. Nei, það er ekkert. Það væri hægt að hafa og er ágætis aðstæða núna til þess að vera með svona smærri tónleika. Já, mikilvæg sko. Það er minna það. Stundum er það á Rostvö. En þetta er svo dýrt. Og sko, menn það er afsökunin fyrir að gera það ekki. Hugsaði það með ljóðin af því að mér dettur það í hug. Njörður P. Njarðvík, það ágæta skáld. Hann barðist fyrir því og ég reynda vera honum innan handar í því að ljóða þættir yrðu áfram í útvarpinu. Að ljóð yrðu lesin og hann meira þess að tók að sér að velja ljóð, eitt ljóð á dag eða ég man ekki alveg hvernig þetta var. Og þetta hefnaðist mjög vel. Hann kynnti ljóðið og höfundinn og las síðan ljóðið. Þetta var svo dýrt. Samningarnir við Rithöfundasambandsins voru svo ósveigjanlegir. Þetta var bara það var eins og að vera alltaf með ekta kampavín á boðstólum. Þar að segja það mátti ekki fara út í Prosecco og eitthvað svona ódýrara. Það mátti ekki gera sérstakka samning og það er það sem er umhugsunarefni þegar verið að reka menningarstofnun eða á að vera að reka menningarstofnun eins og Ríkisútvarpið að samningar til dæmis við listamenn þeir voru oft mjög skrýtnir. Þeir voru svo stífir og ósveigjanlegir að það eiginlega kallaði á það að menn bara segja nei við höfum ekki afnað þessu, við getum ekki gert þetta. Það verður við búum frekar til okkar eigið efni. Já, og þá hefði kannski átt að bregðast við með því að sætta sig við það að Ríkisútvarpið er svona tæki til þess að koma einhverjum tekjum til listamanna og geti borgað bara laun. Nákvæmlega, en það var ákvörðun sem hefði þurft að taka á einhverju æðra stigi, eða hærra stigi af í rauninni stjórnmálamönnum, hreinlega, og það hefði verið hluti í því að móta alvöru menningarstefnu fyrir þessu stofnun. En að því að tala með þessu fastum skorðum og þú nefndir nú hann Jónas og hann Pál Heiðar. Pál Heiðar til þess byrjaði með Vikulógin. Já. Ég man ekki hvernig það var sko. Ég var fyrstir ég fór til hans að þá var ég kornungumæður. Þannig að það hefur verið sko fyrir. Það vorum 80 eitthvað. Já. Og sá þáttur er ennþá. Já. Og viðsjáin sem að þú þáttu að búa til 96 er ennþá. Já. Því ég stýrði svolítið blöðum í galanda og það var eitt hlutin af því sem maður gerði var að vera með þau bara linnulaust í svona eins og bara vöru þróun. Það var ég komið svona til mín svona markaðsviðskiptafræðingur og var að horfa á það hvernig við vorum að vinna og hann sagði það var aldrei kynst annar eins sko linnulausri vöru þróun og það er. Þannig að við vorum kannski eitthvað svona fastir dálkar og alls svona dótri í blaðinu sem að við vorum bara að leika okkur af því að sko fella og búa til nýja vegna þess að það var bara hluti af því að geta alltaf verið að laga blaðið að einhverjum svona hugmyndum að samfélagið hann úti var að vera alltaf að fikta í sko struktúrnum. En kannski er þetta ekki hægt á Ríkisútvarpinu því að leið þú færir til eitt þátt að þá hringir síminn og fólk segir sko hvað eru þið búin að gera? Eða heldur að Ríkisútvarpið ofmeti þetta að þessa kröfu frá almenningi að vilja geta gengið að sínum hlutum vísum að þess vegna sé þetta að það sé alltaf verið að framleiða inn í sömu slottin og aftur sem er ekki til lengdar gott og þetta er hægt að fara að framleiða alltaf efni inn í sama slottið og það er, þú veist, áhugavert en það væri eiginlega betra að hrista þessu upp eins og gerðist við nú ennið í Víðsjá að þeirra aðeins hrista upp í því og byrja hver er tilgangurinn, eigum við að teyja þetta, eigum við að taka vísitinn inn í þetta eigum við ekki að fara kannski að horfa á menningun ekki alveg eins þröngt og við höfum gert og við taka þetta, nú er svona rosalega stemming í svona postmódernísku umræðu, getum við hleypt því í gegnum fundin, ég hef nú vitnað í það þegar ég kom til þín og spurði hvort ég mætti vera með messugagnrýni og þá sagði þú já og stalst af mér raunverulega það að ég ætlaði sannfæra það þannig að mér varst að vera sko snjöll ritstjórn og segja bara já, bara pröfu þetta
reynið allt og haldið þessi gott er. Það er voðalega spennandi. Annarkot virkar þetta ekki. Já. En sko, ég held að þetta sé rétt að það er ákveðin stöðnun í gangi á tímabilum í þessari stofnun þarna. Og ég nefndi Margréti Oddsdóttur áðan. Sko, við Margrét, ég var náinn samstarfsmaður hennar á tímabili og við vorum með talsvert mikla tilraunastarfsemi á árunum í kringum 1990 og upp úr 1990. Þar sem við einmitt vorum að reyna að prófa ýmislegt í varðandi skipulag dagskrárinnar og í reynu vinnubrögð. Og það má eiginlega segja að það er að frá þeim tíma sem að dagskrár gerðar mönnum fjölgaði mjög og sem átt að vera til þess að efla fagleg vinnubrögð. Það var náttúrulega, það hefði kannski verið, auðvitað var þetta kannski einhæfara fyrir vikið og hættan einmitt á svona innanhús stöðnun. Áður fyrir var þetta þannig að það voru alltaf nýjir hérna kennari sem kom með handritin sín og þannig myndaðist einhver svona endurnýjun. En þetta var, það er alveg rétt, þetta kannski kallaði á eða bauð heim ákveðinni stöðnun í vinnubröðunum. Hins vegar þá getur náttúrulega hrært í þessum samsetningum lengi fram og tilbaka og eins og gerst hefur náttúrulega á blöðum, þú ert náttúrulega manna kunnugastur því með risi og hnýji blaða. En ef að stofnun eins og Ríkisútvarpið á að standa undir nafni sem menningarstofnun, ekki bara fjölmiðill sem er að keppa við aðra fjölmiðla, þá þarf að vera hægt einmitt að kalla til leiks skáld og listamenn. Þá þarf að vera hægt að búa til efni sem kostar pening að gera og þá þarf að taka á honum stóra sínum ef að íslenskt Ríkisútvarp á að standa undir nafni. Já, annars verður þetta bara menningaframleiðsla, verður bara eitthvað svona eitthvað sem engu skiptir. Já. Og þá kemur þetta með þetta mál sem er búið að takast á núna lengi sem eru auðvitað auglýsingar hjá Ríkisútvarpinu. Og það voru eiginlega allir sammála að það var nú að gera að reyna að losna við þetta, nema helst auglýsendur sem vildu alls ekki, samtök auglýsenda vildu alls ekki að Ríkisútvarpið færi út af þessu markaði og bent á það fyrir allmörgum árum að þetta myndi þá enda allt saman hjá Google og einhverjum stofnunum í útlöndunum. Ég þekki svolítið til auglýsingamarkaðarins af því að ég hef verið í fjölmiðlum og þurft að skilja hann. Og ég er alveg samanlega af því að það er enginn þarna úti sem getur boðið upp á jafnmörg svona eyeballs eins og Ríkissjónvarpið. Þannig að ef má ekki auglýsa þar á undan Gísla Marteini eða hvað þetta heitir alls saman, að þá fer það ekki yfir á sko stöð 2 því að RÚV býður upp á svona mikið, en næsti býður bara upp á þetta og munur þarna á milli er eðlismunur. Það er ekki þannig að ég geti fengið fyrir þriðjungin af verðinu, þriðjungin færri augu. Það er allt annað eðli í auglýsingamarkaðnum því að hann er náttúrulega svolítið miskunnarlaus. Hann bara leiðir til þess að auglýsingarnar leita þar sem eru flestir. Og á meðan að við höfum ekki sjónvörp sem að gætu tekið við þessu, ekki getur samstöðun tekið við auglýsingunum frá Ríkisútvarpinu, að þá er langt líklegast þetta leiti bara annað í umhverfis auglýsingar, í skilti eða á netið eða fólk verður bara að hringja í þig og spyrja hvort þú viljir ekki kaupa nýja tegundar tannkremi eða eitthvað. Þannig að það er ekkert víst að auglýsingaféð sem var hjá Ríkisútvarpinu fari til annarra miðla. Nei, og menn hafa einmitt spáð því og ég held að það sé að gerast, að það er að fara á netið. En því að hinir hafa ekki raunverulega þann fjölda að bjóða þegar Moggin núna, hann er með færri lesendur heldur en Pressan var þegar ég var það 1990 sem var litið á sem jaðarmiðil í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Þannig að Moggin, þessi gamla dómkirkja er orðin bara götustrákur það er bara á torgi eitthvað að vála. Þannig að sömuleyti held ég að myndi gerast að þá færi þetta auglýsingafé í burtu
Og þá getur spurningin verið, þannig einhverjir 5 milljarðar, eigum við að taka það inn í að þannig út úr því verði til íslensk fjölmiðlunum með einhverjum hætti, eða eigum við að sleppa þessu lausu, þannig kannski 1 milljarður verið eftir í íslenskum fjölmiðlum en annað fari bara hingað og þangað. Já, þetta er sjónarmið, ég kann ekki svara við þessu. Nei. Ég þekki rökin, sko. En afleiðingin af þessu fyrirkomulagi sem byrjaði mjög snemma í sögu Ríkisútvarpsins, afleiðingin hún er neikvæð fyrir framleiðslu, sköpun á góðu dagskrárefni, menningarlegu dagskrárefni. Vegna þess að það fer að verða svo mikill kraftur sem fer í það að keppast auglýsingarnar og keppast hlustendur. Það er magn hugmyndi nær yfirhöndinni. Já. Við sjáum það núna í sumar þar sem að það er auglýsingadeldi sem ræður því að fréttirnar eru farið til og fótboltinn er ekki settur á RÚV 2. Já. Það er auglýsingahagsmunir. Það eru allt þetta Eurovision dæmi allan síðastliðin vetur. Þetta er drifið áfram af auglýsingahagsmunum. Jú. Þannig að stofnunin gat ekki tekið siðferðislega réttar ákvarðanir í takt við það sem almenningur vildi vegna þess að það voru bara ekki viðskiptaleg sjónarmið á bak við það sem að reynda síðan féllu vegna þess að það kom í ljós þegar á reyndi að fyrirtækin vildi ekki taka þátt í þessu út af afstöðu almennings þannig að tekjur Ríkisútvarpsins af Eurovision-keppninni voru miklu minni heldur en aðvar stemt. Það er alltaf harðsnúið þegar siðferði fyrirtækjanna er nokkurum stigum ofar siðferði stjórnenda Ríkisútvarpsins. Já, það er bara þannig. Eurovision dæmi sýndi það. En þú vilt labba þarna inn og segja að Ríkisútvarpið er menningarstofnun og þú vilt hrinda borðum víxlarana. Já, alveg heiklaust. Og þetta eigi bara ekki heima þarna. Við erum að byggja menningarstofnun og við gerum það ekki með ofan á auglýsingamarkaði. Nei. Það er fráleit hugmynd. En það þýðir það að það verður að opna digra sjóði af opinberu fé til þess að standa undir kostnaði við gott fjölmiðlefni. Við gerum það hérna. Við búum til fjölmiðlefni á veikumætti. Við keppum ekki við Ríkisútvarpið þar sem við getum ekki keppt við þá. Þess vegna sittum við alltaf í þessu sama herbyrgi. Við erum ekki að keppa í sviðsmyndum. Nei. Og við erum ekki að keppa þar sem við ráðum ekki við. En við teljum okkur ekki að keppt við Ríkisútvarpið í svona umræðu. Haft hana kannski bara aðeins á lægra tempói, aðeins lengra. Ég þarf ekki að biðja þig hætta núna því að harmoníkuþátturinn er að fara að byrja eða við þurfum að skipta yfir eitthvað annað þannig að við erum ekki bundin á tímanum þannig að það verður til bara svona annars konar samtal og kannski stundur látum við eins og við sem að reyna að finna samtalið eins og það er bara út í samfélaginu að losna við svona þessa sviðsetningu samtalsins sem oft er inn í fjölmiðlum. Já. Þannig að við erum að leika okkur að þessu. Já. Svo látum við bara, segjum við að business modelið hjá okkur er bandarísk trúbóðstöð. Þannig að við búum til efni sem að við teljum vera mikilvægt. Svo látum við bara baukinn ganga og byggjum fólk að styrkja okkur til þess. Ég verð nú að segja, ég verð að lýsa yfir aðdán minni. Sem gamall fjölmiðlamaður lýsa yfir aðdán minni á því sem þið eruð að gera hérna. Og það er eiginlega, og þetta satt að segja, ég veit svo sem ekki hvað þú endist lengi, manni blöskra satt að segja úthaldið að standa í þessu, en þetta er, fyrir fjölmiðlamann er þetta náttúrulega mjög eftirsóknarverð staða, að einmitt hafa þetta frelsi, þetta er raunverulegt frelsi, en ekki auglýsingafrelsi. Nei. Og ég fekk þig til þess að koma hingað af því ég vildi tala við þig. Ég þarf ekki að fá forstjórnuna í Brimborg eftir að tala við hann. Ég er ekki háður því nema Nei. Og svo er það bara byggt upp á trausti sem að fjölmiðlamenn vita ofta ef við eldum okkar eigin áhuga og svona eigin forvitni og þá er fólk að núti sem að við þjónum í leiðinni. Jú. En þetta er nú samstöðuna en mér finnst stundum að Ríkisútvarpið þyrfti svolítið svona faglega endurnýjun velta meira fyrir sér hlutverki sínu og stöðu sinni og hverjum þeir að þjóna og
og hvernig getur þróað. Ég alveg sammála þess að segja að ég ekki einn af þeim sem vilja fara út í ykkur nostalgíu. Ég veit alveg að það fólk inn á Ríkisútvarpi núna sem miklu færara í því að búa til svona heimildaþætti heldur en að voru til kannski fyrir 20-30 árum. Það fólk sem hefur menntað sig í þessu og bara mjög fært í þessu og sumt sem að maður heyrir sem að Ríkisútvarpi gerir bara outstanding. Já, og við bara langar bara til að nefna jákvætt dæmi ákveðna viðleitni hjá fyrrverandi lögreglustjóra til þess að ná einhvers slags meiri stefnufestu í menningarmálin með því að ráða Guðna Tómasson sem einhvers slags svona menningaritstjóra þannig hann virkar eiginlega á báða rásir og sjónvarpi líka og Guðni mjög vel menntaður og flinkur maður og þannig að ég vona og kann vel á útvarp. Já, kann vel útvarp. Hann ætti náttúrulega að heita bara menningapái út af þess. Já. Þetta náttúrulega mikilvæg staða sem hann svo sem hefur yfirumsjón með menningarefni á ríkisútvarpinu. Jú. Þetta náttúrulega alvöru staða. Já. Herðu, það var gaman að fá því hérna að spjalla Ríkisútvarpið. Ég ætla að halda því svolítið áfram. Ég ætla að nota svona tilefni þessar greinar Láru til þess að ræða þess Ríkisútvarpið. Því að maður fattar að leiðum að byrja að tala þetta auðvitað að tala Ríkisútvarpið bara eins og við tölum heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða... Nákvæmlega. Og ég fagna því mjög að það skuli vera og eins og ég byrjaði á daginn áðan að hæla Láru fyrir það að taka sér til og skrifa grein í skýrni. Tökum undir það. Það eru kærar þakkir. Takk. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í svona sérstöku formi í kvöld og þannig verður það í júlímánuði eða fram yfir verslunarhelgi. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komu og Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur kærlega fyrir hjálpina, Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í einhvers konar fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Þannig byggist dreifikerfið samstöðun upp af góðri afspurn. Þið getið bent á að við efni má finna á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á FM og það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann. Það spilarinn.is á netinu og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna, öflugan umræðuvettvang og vaxandi fjölmiðl, getið gerst áskrifendur. Það var margir gert það, samkvæmt mælingu sem voru með í apríl að þá voru 40.000 manns sem að horfa og hlusta á þætti samstöðunar einhvern tímann yfir vikuna. Af þeim 1350 sem hafa gerst áskrifendur og það sem þið sjáið hér og heyrir í boði þeirra. Ef þú vilt slást í hópinn þá getið farið inn á samstöðun.is. Það er hnappur smástundur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum, þeir megi borga meira þið vilji og þeir sem kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónur þá fáið ekki bara allt efni sem er hér, heldur getið eignast fjölmiðl sem að mér skilst þessi eftir svona vert í þessum háskala heimi sem við lifum í. En þetta er gott í bili, ég þakka fyrir í kvöld. Við verðum næst á miðvikudaginn klukkan 8, þá verður rauðaborðið en þangað til góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.